Stöðuvatn er staður þar sem að grunnvatnið, vatnið sem er ofan í jarðveginum, ofan í jörðinni, nær upp fyrir yfirborðið. Ef við erum með landsvæði og erum að horfa þvert á það, hérna er kannski fjall, svo er hérna eitthvað láglendi. Og hérna skulum við gefa okkur þessi sjór. Þetta hérna er sjór. Þá liggur grunnvatnið einhvers staðar hérna, þá liggur grunnvatnið einhvers staðar inn undir. Og ef við teiknum það í brúnum lit, grunnvatnsstöðuna, þá liggur það kannski svona. Og þá sjáum við að grunnvatnið nær upp úr hér, þannig að hér myndast stöðuvatn. Sum stöðuvötn eru stór og djúp og meðan önnur eru lítil og grunn. Sum, eins og Mývatn, geta verið þokkalega stór en samt frekar grunn. Önnur geta verið ekkert rosa stór en samt ótrúlega djúp eins og Öskjuvatn. En það er ekki til neitt ákveðin staðall hvenær við köllum stöðuvatn til dæmis bara tjörn, eða hvenær það heitir vatn eða eitthvað annað. Stöðuvatn er í raun bara leið og það myndast pollur sem er kjur. Og er alltaf, við erum ekki að tala drullupolla sem kom og fara, við erum að tala þetta er alla jafna. Við köllum það svo sem alveg stöðuvatn þó að þotna upp í allra mestu þurrkum, en svona stæðsta hlutur ári og flest ár þarf þetta að vera til staðar til þess að kallast stöðuvatn. Það getur alveg verið stöðuvatn þó að renni í þetta lækir eða ár og renni úr því lækir og ár, það er meira sem frekar algengt. En vatnsmassinn sem er til staðar er það sem við köllum stöðuvatn.